Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í heilsu og hreyfingu því að það margt og mikið framundan á líkamsræktarstöðinni Bjargi núna í vetur. Hingað til minn eruð komin Tryggvi Kristjánsson, eigandi og Hafdís Sigurðardóttir stöðvarstjóri. Verið hjartanlega velkomin, bæði tvö. Takk fyrir. Hvað svona helst á döfinni? Það spennandi vetur framundan, ekki satt? Jú, heldur betur. Eftir magurt ár, undanfæri og miklar lokanir, þá þetta allt komið í réttan gír og réttan farveg. Og þetta byrjar eiginlega svona bara nokkuð kröftulega að það ágúst ennþá og vertíðin ætti í raun og veru ekki að vera alveg hafin á fullu en hún er svo sannarlega komin á stað. Já. Og mætingin er gríðarlega góð og greinilega uppsafnað hjá fólki. Fyrstir í að geta hreint. Já, fólk vil fara að komast í tíma. Já, og í kannski svona rútínuna, það ekki líka, spila það ekki inn í? Jú, ég held það. Það sé langþráð, þessi rútína, það er langt síðan við höfum náð henni að fullu. Já, já. Og athyglisvert talið þetta sem vertíð, það er það náttúrulega, og hefst hún svona hin eiginlega vertíð í september, eða? Já, það má segja það. Svona eftir sumarið og þá eru námskeiðin að fara af stað hjá okkur. Já. Og flest námskeið fara núna af stað 7. september. Já. Eftir opnu vikuna okkar sem í næstu viku, eða ekki? Jú, frá 25. ágúst þá verða 7 dagar þar sem að öllum er frjálst að koma og pröfa hjá okkur, hvort sem það er tækjasal eða opnu tímana eða hvað við hvetjum fólk til að koma og kíkja á aðstöðun okkar sem er bara glæsileg. Já, einmitt. Þannig að það getur hver sem er mætt svona sem vill komast á bragðið eða bara vita hvort eitthvað sé fyrir sig. Akkurat. Já, það er að gera náttúrulega að nýta sér það. Já. Og svo hefjast þessi námskeið þannig í byrjun september. Hvað verður svona það helsta á boðstólnum? Ég held við séum bara með alla flóruna. Það hvort sem það eru lyftingarnámskeið eða aðhaldsnámskeið og þá þetta allt, þetta rosalega gott fyrir því að ef þú þarft að komast á stað aftur, kannski eftir langa fjarveru frá einhverju líkamsrækt, að þá gott að fá aðstöðuna og aðhaldið. Einmitt. Er það ekki einmitt málið að það gott að, sérstaklega eins og þú segir, ef fólk að koma sér á stað aftur að hafa einhvern stað til að mæta á ákveðnum tíma og það ýtir örugglega undir að maður nái árangri. Jú, mörgum þykir það gott og þetta líka einmitt lokaður hópur, sömu kennarar, sama fólk sem þú ert alltaf að hitta. Þannig að myndist oft svona skemmtilegri stemming og svona. Já, heldur að vera bardúsast við þetta stað út í horni. Já, en samt það líka hópur sem vill bara mæta í tækjasalinn til okkar og þá erum við með þann kost að þú getur keypt kort sem hefur eingöngu aðgang í tækjasal. Og það þá ódýrara fyrir vikið og það hefur reynst líka mjög mikil söluvara hjá okkur og er stór hópur sem gerir það líka. Já. Þannig að sama hvað þú hvort þú ætlar að gera þetta sjálfur eða vill tilheyra hóp eða hvað, þá finnur eitthvað þitt hæfi hjá okkur. Einmitt, frábært. Og finnið inn á að einhverjar tegundir hreyfingar séu vinsælli heldur en aðrar eða er þetta bara svona jöfn dreifing? Já, það held ég fjölbreytileikinn sem að fólk þarf að hafa í huga að þú sért að sinna styrktaræfingunum, þú sért að sinna þolæfingunum og hvað vinsælla, það held ég bara svona misjafnt eftir fólki. Já, það allur gangur að því. Já, einmitt, það ekkert mælanlegt að það sé eitthvað eitt sem miklu vinsæll en annað. Ekki svo. Nei. En skráningin fer vel af stað, ekki satt, á námskeiðinu? Jú, hún fer eiginlega bara vonu framar og eins og ég segja áðan, það greinilega uppsöfnum þörf að komast og í ræktina og tilheyra hópi og koma að gera eitthvað í sinni heilsu. Þannig að við bara lítum björtum augum á haustið. Já, frábært. Því að þó að það sé auðvitað gott og blessa að fara í göngutúr og svona þá er mikilvægt að taka heilsuna svona föstum tökum og sinna þessu almennilega. Algjörlega. Og það náttúrulega verið mikil uppbygging hjá ykkur á undanförnum árum, er það ekki? Jú, það hefur verið það. Við höfum uppfært stöðuna töluvert og uppsker svolítið eins og við sáum í því og við erum ákaflega rík líka af starfsfólki og kennurum hjá okkur sem kannski svona svolítið akkeri hjá okkur
að við erum með rosalega reynslu miklu kennara. Þannig að þó þú komir og kannski með einhverja kvilla eða einhverja stórkeðlisvandamál, að þá eru kennararnir alltaf tilbúinir að leiðsegna, þú getur gert þetta í staðinn. Þannig að þetta svona, já, þetta fyrir alla að vera hjá okkur. Já, einmitt. Og ekkert snúið mála þegar þetta svona fjölbreytt að setja saman dagskrána? Það ekki árekstrar í tímatöflu og þetta gengur þetta alveg smurt? Tryggvi fær að klóra sig mest yfir því? Já, þetta maður eyðir nokkrum tíma í Excel í þessu fram og tilbaka. Og bara mörgu að hyggja þegar það verið að skipuleggja þetta. Já, að þetta getur ekki komið eftir þessu og þar fram eftir götu. Akkurat. Já, þannig að þú færð að liggja yfir því. Já, ég fæ liggja yfir því en nýt náttúrulega góðs af öllu fólkinu í kringum mig líka. Já. Með það. Já, getur leitað að ráða og... Já, þannig að það eru margir hópar sem það þarf að taka tillit til og geta, og það það sem við viljum vera með fjölbreytta dagskrá. Þannig að þú getur í til dæmis hóptímanum, að þú getur fundið styrktartíma, þú getur komið og hjóla hjá okkur, þú getur komið í danstíma og jóga. Já, af því þetta svo náttúrulega alltaf mismunandi tímum yfir daginn og fram á kvöld og alls konar svoleiðis hlutir sem þarf að hafa í huga líka, ekki sant? Vissulega, þetta byrjar bara við opnum 5:50 á morgnana og svo bara stöðu dagskrá fram til 9:30. Já, það langur tími. Það nóg að gera. Já, þið sláið ekkert slöku við og og opnudagarnir byrja sem sagt, hvað er það, 25. ágúst, við byrjum á miðvikudegi. Á miðvikudegi? Já, einmitt það, og í heila viku. Í heila viku. Já, þannig að frá miðvikudegi til miðvikudags, 25. til þá... Já, til 31. 31. Já, akkurat, þannig að blálokin í ágúst, þá getur fólk mætt og prófa sig áfram. Er eitthvað svona ákveðið sem þið mælið með að fólk, ef einhverju sitja heima núna sem að hafi ekki hreyft sig lengi en langar svona til þess að fara að taka heilsuna fastar í tökum. Hvernig á fólk að byrja? Hvað er best að gera? Kannski svona bara fyrsta skrifi er að ákveða svona hvað manni finnst gaman að gera og ef maður er ekki viss að pröfa, svo erum við náttúrulega að fara á stað með heilsugrunn sem er frábært tækifæri fyrir þá sem er að koma sér aftur á stað. Já, einmitt, sem er þá svona alhliða... Já, og fræðsla. Þar á þeim námskeiðum hjá okkur. Já, það er gott að hafa það. Er ekki kannski helstu mistökin sem fólk gerir að fara of geyst af stað, ætla sér of mikið og snemma? Jú, alveg klárlega. Og ég held að allir hafi lent í því. Já, brent sig. Örugglega við líka. Já. Að taka svo mikið á því að þau geta ekki hreyft sig í einhverja daga á eftir og nenna þá alveg ekki að mæta aftur. Og svo þá líka einkaþjálfun, einn kosturinn. Já. Einka eða hópþjálfun að vera bara algjörlega undir handleiðslu þjálfara. Við erum með mjög færa einkaþjálfara líka hjá okkur. Þannig að, en eins og Hafdís segir, að ætla sig ekki of í byrjun. Byrja bara 2 og 3 og mæta og taka styrkinn. Það er svona það sem við flest ættum að byrja á, það að koma í styrktaræfingar. Já. Frekar en að einhenda sér í þolið bara strax að sprengja sig. Já, það er svona, tökum það með líka, en einbeitum okkur að styrkjum til það. Styrkjum, einmitt. Það er gott að hafa þetta í huga og við hvetjum auðvitað bara alla til þess að mæta á opnudagana, 25. til 31. á Bjarg. Kynna sér aðstöðuna það sem er í boði. Bara gangi ykkur ótrúlega vel með þetta spennandi starf í vetur og takk fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir. Takk fyrir.